Hvernig er geðheilbrigðisþjónustan innan fangelsisins? Já, sko ef við byrjum á því að segja að það eru mjög margir í fangelsum sem að eru ekki í raun og veru sakhæfir. Nei. Ég sé það og þú sér það og það sjá það allir. Já. Hins vegar eru viðmiðin á hvort menn séu sakhæfir eða ósakhæfir, þau eru svo þröng að dómari stundum hefur ekkert val. Nei. Síðan höfum við verið að glíma við það að menn eru að meta menn hvort þessi ósakhæfir eða sakhæfir. Vitandi það ef að hann segir hann sé ósakhæfur, þá þarf sá aðili að taka hann á sína stofnun, skilur, sem hann segir bara, herðu, þessi er bara of erfiður. Já. Ég hef ekki pening til þjónustan. Ég þarf að ráða auka starfsfólk og ég þarf nýtt húsnæði, skilur, bara til að, þannig að ég geta ekki, ég ætla bara að segja hann sé sakhæfur. Og þetta er bara staðreynd. Þetta er ekkert nýtt eða feluleikur og þeir eru jafnvel viðurkenna þetta líka þessi sömu aðilar. Þeir hafa bara ekki úrræðin. Og þar leiðandi er verið að dæma ósakhæfa einstaklingar sem sakhæfa og jafnvel til skiptis, sakhæfir og þannig. Og þá eru þeir settir í fangelsi og þá eru við með menn sem hafa áhrif á allt fangelskerfi út af veikindunum sínum. Já. Þeir skapa alls konar hvað sem er ágreiningur eða bara erfið svona samskipt á milli fanga, milli þeirra og fanga og milli þeirra og fangavarða. Þeir fá ofta ekki viðeigandi lyf sem þeir þurfa. Þeir fá enga meðferðir inn í fangelsunum og þá er oft af því að þeir eru óþægilegir eða erfiðir, þá eru þeir bara settir í einangrun og hvað er einangrun að fara að gera fyrir þá? Þeir eru að fara að skemma þá meira. Já. Og þannig að veikasta fólkið og fólk sem þarf virkilega meðferðir, það er sett bara í einangrun. Svo fá þeir ekki reynslulaust vegna þess að þeir eru ekki hæfir til að fara út í samfélagi nema þeir séu búin að fá ákveðna stuðningsþjónustu og húsnæði. Þar er leiðandi síðast veikasta fólkið lengur í fangelsi en aðrir í mun erfiðari afplánun í einangrun. Og það vita allir, viljum við fá svoleiðis fólk út í samfélagið aftur? Eða ég meina ef þú fer til Noregs og spyrð einhvern fangelsmál þar, það er mun meiri þekking á fangelsmálum í Noregi, bara meðal almennings. Já. Og ef þú spyrð bara einhvern frá Noregi, hvað finnst þér fangelskerfið? Þá segja allir, já við viljum fá gott endurhæft fólk út úr fangelsunum af því að hver og einn losnar og ég vil freka fá svoleiðismann sem nágranna heldur en einhvern sem hefur bara verið í geymslu skilur ekki fengið þá meðferð sem hann þarf. Þannig að við erum að gera þetta auðvitað og með við Norðmenn og það hefur lítið gerst þannig séð í geðheilbrigðismálum. Það hefur hrikalega erfitt að fá fólk vista til dæmis inn á geðdeildum eða fá fólk flutt á geðdeildir. Já. Og geðdeildin hafa ítrekað sent menn tilbaka eða verið með þá kannski 1 dag eða 3 eða eitthvað og sent þá aftur þá manneskjan þurfi klárlega að vera miklu lengur. Já. Síðan 2019 þá kom CPT-nefndin sem er svokölluð svona pyntinganefnd sem fylgist með pyntingum út alla Evrópu. Já. Og þeir settu út á geðheilbrigðismálin. Þannig að þeir settu stjórnvöld svolítið út í horn vegna þess að þeir voru að birta mjög svarta skýrslu. Já. Og áður en að þeir gáfu samt stjórnvöld tækifæri að breyta áður en myndu birta. Þannig að stjórnvöld handvaldi fólkið í geðheilsuteymi sem þeir vildu hafa. Fengu geðlækni og geðhjúkrunarfræðinga og fleiri til að stofna þetta teymi og það var frábært og virkaði rosalega vel og það var í raun og veru besta byltingin í geðheilbrigðismálum sem hafa orðið í fangelsum. Já. Og ég get sagt þér að það var grátið á blaðamannafundinum. Það var hjúkrunarfræðingar sem var búin að vinna þetta mjög lengi sem bara grétu. Þetta var svo ánægilegt.